Já, þá komið að því að skoða GeoGebra sem frábært rúmfræðiforrit í iPadinum þar sem við getum nýtt okkur það til að skoða alls konar jöfnur og línur í hnitakerfi. Ég ætla bara að sýna ykkur svona helstu fítusa í þessu með því að fara í input og skrifa inn einfallega jöfnu einhverja línu eins og að koma hérna, epsilon jafnt og hvað ég var að segja, 2x þá sjáum við að línan tilbúin og svo ger ég -2 og þegar ég búin að skrifa inn jöfnuna þá línan í rauninni bara teiknuð inn sjálfkrafa fyrir mig. Í sama hnitakerfi get ég sett fleiri línur, þá fer ég bara í næstu línu fyrir neðan sem stendur input og skrifa jöfnu hinna línunar sem ég vil setja í saman hnitakerfi. Í rauninni geta þær verið ótal margar. Þarna setja ég -x, þannig að hallatalinn -1. Hvað setja ég? +2. Þannig að hún með fastan 2 og þá sjáum við hvernig hún lítur út töluvert öðruvísi en hinn. Hún með neikvæðan halla og þær skerast. Til þess að sjá hvar þær skerast, þá þetta aldrei skemmtilegt sem við getum gert. Ef við smellum á bara aðra hvora og ítum á þennan solve-takka að þá kemur hnitið á þar sem að línurnar skerast. Það x jafnt og 4/3 og y jafnt og 2/3. Til að fá nýtt hnitakerfi þá förum við bara hérna í new. Þá allt búið að hreinsast. Mér langar að sýna ykkur hérna eitt vídeó sem þið notið í lotunni. Það sleðin eða sliderinn. Þarna flipi við hliðin á reiknivélinni og sjáum við í efstu línunni eru nokkrir fítusar og þar meðal annars a jafnt og 2 svona og einhver lína fyrir neðan. Og ef við smellum á það þá getum við búið til þennan slider og við smellum einhver staðar inn í hnitakerfið, skiptir engu máli hvar, þá kemur upp á hvaða bili viljum við hafa þessa rennistiku og -5 til 5 bara fínt og ég hef ákveðið að hafa steppið 1 þannig að það hoppar alltaf 1 heilan. Síðan get ég farið aftur yfir í reiknivélina og þá sjáum við að sleðin þarna og ég bý til jöfnu þar sem að ég segi y jafnt og a þá þarf ég að fara yfir í lyklaborðið og fá a vegna þess að a táknar hallatöluna. Við ætlum að hafa sem sagt breytilega hallatölu ax -1 og ef ég smelli í hnitakerfið þá sjáum við að núna línan flöt vegna þess að hún með hallatöluna 0 en svo þegar ég færi sleðan og breyti hallatölunni þá breytist línan jafnóðum, þannig að svona getum við skoðað hvernig hallin á línunni breytist eftir því sem að hallatalan breytist. Og í rauninni mjög gott til þess að sjá hvaða áhrif hallatalan hefur á línuna. Við getum búið til annan sleða. Ég ætlum að gera það. Núna ætlum við að gera það fyrir b eða fastan og höfum bara sama bil frá -5 niður upp í 5 og látum að hlaupa á einum heilum og ef við förum aftur yfir í reiknivélina að þá sjáum við að það kominn sleði þarna sem heitir b og þá bý ég til nýja jöfnu y jafnt og þá ætlum ég að hafa einhver ákveðna hallatölu 2 í þessu tilfelli 2x og síðan ger ég plus b vegna þess að b þá talan sem ég vil að sé breytileg. Þannig ég geti breytt fastanum með því að renna til sleðanum. Og sjáum hvað gerist þá. Þegar ég færi sleðan til, ég fer með hann í mínus, þá færist línan neðar af því að hún sker þá á sinni alltaf neðar og ef ég færi hann upp að þá færist línan upp eftir hnitakerfinu en hallin breytist ekki neitt. Fínt til þess að hjálpa sér að skilja hvað fastinn raunverulega Hann hefur engin áhrif á hallan heldur færist línan bara til í hnitakerfinu.
Annar fítus sem ég langar að sýna ykkur það hvernig við getum teikna línu út frá punktum. Með því að búa til sviga og skrifa bara eitthvað hnit inn í svigan, þá kemur hérna 1,2, þá sjáum við þá kemur punktur hérna í hnitinu 1,2. Punktur A. Síðan bæti ég bara við öðrum punkti með því að smetla á svigatakkan. Íta fyrst á svigan og þá ætla ég að skrifa 2,6 og þá kemur annar punktur inn í hnitakerfið, sjáu þið, sem heitir B. Nú langar maður að nota þessa 2 punkta til að teikna línu. Þá fer ég yfir í tóli mín hérna til hægri og þarna neðst niðri undir lines annar frá vinstri, getum við teikna línu í gegnum punkta. Ég vel síðan punktana A og B og sjáu þið, línan orðin til. Hvað skildi þá blasa við þegar við förum aftur yfir í reiknivélina? Kíkjum á það. Þarna bara jafna línunar komin, y jafnt og 4x mínus 2. Þannig að við getum sett inn hnit, punkta og fengið línuna út úr því. Gaman að þessu.